Það dæmi það að ein líffæragjöf hérna hafi bjargað 6 mannslífum. Við erum með samning á vegum heilbrigðisráðuneytis við Sahlgrenska sjúkrahúsið í Gautaborg að græða líffæri í Íslendinga þegar þörf er á því. En jafnframt að stuðla að við getum orðið líffæragjafar hér á Íslandi líka, ef svo ber undir. Og það samstarf hefur gengið mjög vel. Við þurfum að fylgjast vel með því hérna þegar þannig aðstaða kemur að viðkomandi ekki hugalíf og hann gæti orðið líffæragjafi. Og þá förum við í gang með það að ræða við ættingja og kanna málin hvort að viðkomandi hafi viljað verða líffæragjafi ef svona væri undir og einnig hvað ættingjar segja, því að það er alltaf háð samþykki ættingja líka að þetta verði gert. Og við Íslendingar höfum staðið okkur mjög vel í þessu undanfarin áratug. Það þarf að úrskurða heiladauða. Þetta er yfirleitt einhver áföll í heila sem að gera þetta, að þetta verður svona, að heilinn hætti bara alveg að starfa. Og það eru lög í landinu það er hægt að úrskurða fólk látið af völdum heiladauða. Og þá er hægt að gera þetta. Þá getum við orðið líffæragjafi. Ef við lítum bara á líffæragjöf á hverja 1.000.000 íbúa, þá erum við svona með betri þjóðum í heiminum. Þar sem við erum að gefa vel af líffærum til þess að græða í aðra einstaklinga. Við erum með samstarf að það verði græddi líffæri í sjúklinga héðan sem þurfa á því að halda. Og þar er mikið samstarf með nýrnalækningum og lifrarlækningum og líka hjartasjúkdómum. Og það samstarf gengur út af það að þá er kallað í sjúklinga erlendis til að fá líffæri ef að svo ber undir, ef það finnst hentugur gjafi fyrir þennan þega. En einnig þá er þetta samstarf líffæragjöf og þá ef það kemur þannig tilfelli að það getur orðið líffæragjöf, þá kemur teymi erlendis frá til að taka líffæri hér og fara með erlendis til ígræðslu. Ef það þarf að nýta hjarta úr einhverjum einstaklingi, þá höfum við mjög skamman tíma þar til að þarf að setja það í annan einstakling og það er bara 4-5 tímar, eitthvað slíkt, frá því að líffæri tekið úr einum einstaklingi og sett í annan. Og það er 3 tíma flug til Svíþjóðar, þannig að þetta er mjög knappt og þarf allt að ganga upp. Og það hefur alveg gengið upp, það er gott skipulag á þessu. Og lögreglan hefur þarna hjálpað okkur með því að flytja teymið frá flugvelli og hingað og síðan út á flugvell aftur. Fólk var svolítið tortryggið fyrst og hafnaði oftar þessari beiðni líffæragjöf. Og það hlutfall hefur minnkað mjög mikið á síðustu árum. Það er eins og íslenska þjóðin sé mjög jákvæð á þetta. Þetta er einn mesta framför í læknisfræði og gríðarlega mikilvægt og dýrmæt gjöf að hjálpa öðrum einstaklingum. Þetta er gríðarlega mikilvægt samstarf því að þetta eru mjög erfiðar aðgerðir þegar verið að taka líffæri úr einum einstaklingi og setja í annan. Og við erum það bara lítil þjóð að við getum ekki haldið þessu gangandi svo vel sé nema að litlu magni. Þannig að við þurfum á þessu að halda. Þetta sé gert á vel skipulögðu sjúkrahúsi erlendis sem hefur mikinn fjölda af slíkum aðgerðum árlega. Og það er til dæmis í Sahlgrenska sem hafa verið mjög duglegir í líffæraígræðslu. Það hafa verið grædd nýru í einstaklinga hér á landi. Við höfum haft skurðlækna sem geta gert þetta og það hefur gengið mjög vel. Það er aðeins einfaldara með nýrun heldur en önnur líffæri, má segja, því að það er hægt að græða lifur í fólk, lungu og hjarta og það er miklu meira fyrirtæki, má segja. Ég held að allir ættu að íhuga hvort þeir myndu vilja vera líffæragjafar ef að svona staða kemur upp. Og segja sínu nánustu frá. Það er mjög mikilvægt. Þetta er alltaf erfitt að ákveða þetta fyrir einhvern annan. Alltaf betra að vera búin að ákveða þetta sjálfur. Vil ég vera líffæragjafi eða ekki?